erlendis eru kristnir, ef að allir væri að spila með, þá væri heimurinn ekki eins og hann í dag. Heimurinn ótrúlega óréttlátur og það vitum við. Spurningin okkar til þín í dag þessi. Ætlar þú að spila með? Þú ung manneskja, ungur maður, ung kona og það í þínum höndum hvernig að þú ætlar að ákveða hvernig lífið þú ætlar að lifa. Þú ræður hvort þú ætlar að stunda íþróttir þar sem eftir ræðunar eða hvort þú ætlar ekki að gera það. Þú ræður hvort þú ætlar að fara í skóla og mennta þig eða hvort þú ætlar ekki að gera það. Þú færð að velja hvort þú viljir stofna fjölskyldu eða ekki. Heimurinn í þínum höndum og þú færð að velja fullkomlega hvernig þú vilt lifa þínu lífi. Það gjöf frá Guði og það forréttindi þess að búa í frjálsu samfélagi sem að virðir manneskjur og virðir réttindi. Það þannig samfélag sem við búum í hér á Íslandi og viljum búa í og erum að reyna að stuðla að. Krakkarnir sem við erum að aðstoða núna, þau ekki í þeirri stöðu. Þau ekki í þeirri stöðu að fá að velja vil ég fara í skóla eða ekki, hvort vil ég æfa handbolta, fótbolta eða golf. Þau hafa ekki val. Valið okkar hér núna og hvern einasta dag sem við lifum þetta, ætlum við að láta okkur annað fólk varða, starfa fyrir aðra með hjálp Guðs og meðbræðra okkar eða ætlum við að loka eyrunum og láta eins og að allt sé í lagi. Og það ákvörðun sem bara þú getur tekið. Og hugsið ykkur, hér í þessum sal eru 600 ungmenni. Nákvæmlega, 600 manns. Ef að allir sem hér eru inni taka þá ákvörðun hvort sem það í dag eða á komandi árum, já, ég get gert fullt, ég ætla að vera eins og Telma, ég ætla að vera eins og Ármann, ég ætla að vera eins og Jesú og breyta heiminum til góðs. Hugsið ykkur hversu mikið gagn þessi hópur getur gert. Við getum breytt heiminum og við ætlum að gera það. Má ég fá klappið því? Áður en að lokum í þessari fræðslu, þá ætlum ég að benda ykkur á eitt. Og það þannig að fólk innan kirkjunnar ekki alltaf sammála. Og það fréttir sem að þið heyrið af kirkjunni fólk sem að ræða saman og vera ósammála innan kirkjunnar, hvort sem þessi hér eða annar staðar, að þær eru mjög áberandi og oft svolítið neikvæðar. Og vitið það krakkar, það ekkert nýtt. Það að fólk innan kirkjunnar sé ekki sammála, það ekkert nýtt. Ég sagði bráðan frá hann Jakobi, bróður Jesú, önnur stór persóna í Nýja testamentinu Páll postuli og líkt og Jakobs bréf á hann mjög mikið af bréfum Nýja testamentisins. Nánast þriðjungur af Nýja testamentinu skrifaður af eða kenndur við Pál postula. Og Páll hann ferðaðist heiminn í þeim tilgangi að hjálpa fólki og segja frá Jesú. En Páll og Jakob voru ekki sammála. Í raun og veru að þá stendur í Nýja testamentinu og þeir fela það ekkert að þeir rifust. Og í Galatabréfinu, í bréfi Páls til Galata, að þá lýsir Páll því hvað þeir voru að rífast, hvað þeir voru ósammála og hann greinir frá málavextum og því sem að báðir héldu fram. Og nú ætlum ég að biðja að taka svolítið eftir. Og Jakob, Kefas og Jóhannes, máttarstólparnir í Jerúsalem, sem álitnir voru máttarstólpar, höfðu komist að raunum því lík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi hönd sína til samkomulags. Við skyldum fara til hinnar óumskornu en þeir til hinnar umskornu. Þetta fjallar ég þarf ekki að fara út í það. Þeir eru að rífast. Og svo kemur þetta feillega. Það eitt var tilskilið
að við skildum minnast hinnar fátæku og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gera. Ég dreg þetta rifrildi upp á þess að fara út í hvað það snerist til þess að draga það fram að kristnir menn hafa alla tíð verið í umræðu, verið ósammála og það er bara í góðu lagi. En það er eitt sem við megum aldrei vera ósammála og það er þetta að við erum einhuga í því Jesús er okkar leiðtogi, við viljum líkjast honum og það er fólk í heiminum sem þarfnast aðstoðar. Og það er svo dásamlegt að finna það hérna inni. Við erum ólíkar manneskjur með ólíkar þarfir og ólíkar skoðanir, en það sem við erum að gera, að það erum við sammála Við erum sammála það að vera saman í bæn og við erum sammála það að gera gagn. Og nú ætlum ég að biðja ykkur að gefa ykkur eitt risastórt klapp fyrir því gagni sem þið eruð að gera, bara fyrir það eitt að vera að